Fjárfestar gátu notað glufu í lögum gjaldeyrishöft til að græða mörg hundruð milljónir með því einu að færa peninga til og frá landinu. Alþingi lokaði þennan möguleika í nótt með lagabreytingu. Jóhanna Margrét Gísladóttir segir frá þessu. Erlendir fjárfestar hafa alveg frá lögfestingu gjaldeyrishaftana geta tekið út afborganir og vexti af jafngreiðslubréfum í erlendri mynt og þannig komi peningum sínum úr landi á einungis nokkrum árum. Það voru hins vegar fleiri sem gátu nýtt sér þessi bréf, oft til að skapa mikinn hagnað á stuttum tíma. Tökum dæmi. Maður sem á 10 milljónir króna gat tekið lán fyrir 90 milljónir og þar með keypt skuldabréf fyrir 100 milljónir. Bréfin eru síðan sett að veði gegn láninu. Á gjalddaga bréfsins fengi maðurinn vexti og afborganir upp á 10 milljónir króna og skiptir þeim í evrur á genginu 160. Hann selur síðan bréfin og greiðir upp lánið. Þegar Seðlabankinn heldur uppboð á gjaldeyri getur maðurinn selt evrurnar sínar aftur til Seðlabankans á gengi í kringum 240 krónur. Þar með stendur maðurinn uppi með 15 milljónir króna eða helmingi meira en hann átti í upphafi. Þetta er dæmi einfalda mynd af því hvernig hægt að nýta höftin sem eins konar peningavél. Það er hins vegar ekki sjálfsagt að maðurinn fái svo hátt lán og hann þarf einnig að uppfylla skilyrði til að fá greiddar afborganir í evrum og til að geta selt evrur til Seðlabankans. Alþingi hefur nú stöðvað að hægt sé að taka út afborganir í erlendri mynt en efnahags- og viðskiptaráðherra segir tímasetninguna ekki vera tilviljun. Meðal annars vegna þess að það var að safnast upp ákveðin áhyggjutilefni núna undanfarnar vikur, sérstaklega í stórauknum kaupum erlendra krónueigenda á skuldabréfum eða húsbréfum og fleira sem gerði að verkum að þessi tími var valinn. Aðstoðarseðlabankastjóri segir engin takmörk fyrir því hversu mikið þessi vandi hefði geta vaxið. Það gæti orðið það stór vandi að höftin myndu ekki bíta og það myndi grafa undan áætluninni losun gjaldeyrishafta.